Ef það eitthvað sem að landsmenn handleika mikið þessa dagana, þá það egg. Þau eru náttúrulega ómissandi í jólabaksturinn og svo virðist líka vera sem annar hver maður sé komin á lágkolvetna kúrin, já, eða hvað. Hver ykkar tilfinning, ykkar eggjabænda hér hjá grænum eggjum á Svalbarðseyri? Jú, hún eykst töluvert í desember og já, desember vel stærsti mánuðurinn í eggjasölunni. Varandi LKL kúrin þá, jú, við höfum svo sem fundið fyrir því líka og margir að tala það. En svo líka finnum við bara að vera með þessar vistvænu egg hjá okkur og fólk líka meira og meira að hugsa það, velferði á hænsnunum og já, bara almennt umhverfis vitund og svoleiðis. Þið stofnuðu þetta fyrirtæki Græn egg fyrir ári síðan, þannig að það má eiginlega segja að þið hafi komið á markað á hárréttum tíma nú þegar eggjaneysla landsmanna hefur aldrei verið meiri. Já, það rétt. Við tókum við búið hér fyrir ári síðan í september og það hefur gengið bara mjög vel og einmitt salan aukist með hverju mánuðinum og má segja að hún sé einmitt í hámarki núna í desember. Og þeir eru sem sagt tveir svilar sem að rekja þetta og þið sem sagt auglýsið ykkar egg að séu frá hamingjusömum hænum. Hvað þýðir það nákvæmlega? Það þýðir í rauninni að þær ganga lausar inn í húsunum hjá okkur. Þær eru ekki í búrum, heldur ganga frjálsar og með nægan aðgang að vatni og fóðri og svona spæni þar sem þær baða sig í. Og þetta bara það sem á að vera það besta fyrir þær í dag. En það ekki mörg eggjabú á Íslandi sem eru með hænur í lausagöngu eða hvað? Nei, því miður. Þá eru núna í dag allir sé ekki 15% af hænum á Íslandi í lausagöngu. Það ekki meira. En mér skil samt að það sé að koma einhverja nýjar reglur varðandi hænsnabúr og hversu mikið pláss hænur eiga að hafa varphænur eiga að hafa. Já, þetta komið í Evrópu í dag. Þá verið að stoppa þessar búr og verið að færa yfir í aðra tegundir af þessari lausagöngu og við erum með eina tegund og svo eru til það sem ganga frjálsa líka en eru samt í svona stæðum og þá komast mun fleiri hænur fyrir í hverju húsi. En hjá okkur með vistvænu reglugerðina þá megum við aðeins hafa 8 hænur á hvert fermeter sem í rauninni takmarkandi og bara til þess að sé nægt pláss fyrir hverja hænu. Og síðan í rauninni þurfum við að uppfylla mörg skilyrði önnur eins og við verðum að dreifa öllum skítnum, hænsnaskítnum á tún. Það hluti þess vistvæna. Og síðan megum við ekki hafa fleiri en 10.000 hænur á búinu sem í rauninni þannig að þetta verður aldrei þessi iðnaður. Þetta verður bara fjölskyldufyrirtæki og við ætlum að halda því þannig. En varðandi eggin sjálf, einhver munur á eggjum frá vistvænum hænum eða bara frá þessum hefðbundnu í búrunum? Þetta snýst í rauninni bara fóðrið. Hvernig fóður þú gefur hænunum og auðvitað, þeim líður betur að geta gengið, geti ímyndað mér og þar af leiðandi ætti eggið að vera betra en skurnin eitthvað sterkari. Og já, svo snýst þetta fóðrið og við erum með sérstakt vistvænt fóður sem að Bústólpi á Akureyri framleiðir fyrir okkur og það allavega, eggin okkar hafa verið góð, ég veit ekki hvernig önnur eru. En nú einmitt margar típur af eggjum á markaðnum. Við erum að tala það hægt að fá brúnegg, það hægt að fá einhver sérstök ómega egg og hefðbundin hvít egg. Hver munurinn á öllum þessum eggjum? Eins og brúneggi, það rauninni bara annar stofn af hænum heldur en við erum með. Það rauninni eini munurinn. Það á ekki verið munur næringarlega sér. Það ekki nema bara hvernig fóður gefið. Og síðan ómega-eggin, þá rauninni blandað við fóðrið, má segja kannski auknu magni af fiskimjöli. Og í fiskimjölunni omega-3 og þá skila það sér bara beint út í eggið. En hversu stór í rauninni framleiðslan hjá ykkur? Mér finnst eins og þessi egg sem koma á færibandinu, þetta endalaust. Já, mörgum finnst það. En við erum núna með 6.500 hænur hjá okkur og þá erum við að fá svona 6.200-300 egg á dag. Hver hæna að framleiða næstu 1 egg á dag eða svona 310 á ári. Við erum að framleiða 100 tonn yfir árið hjá okkur
og erum að selja í Samkaup, Bónus, Hagkaup og mörgum öðrum stöðum, eitthvað 40 verslanir sem við erum í, bara nánast allt land, Akureyri og Reykjavík. Þetta heljarinnar framleiðsla. En hvað með ykkur sjálfa? Ég meina þið eru hérna innan egg alla daga. Eru þið ekki komin sjálfa á lágkolvetna fæði? Nei, ekki ennþá allavega. En við borðum alveg vel að eggjum, þannig að það má kannski segja að við séum hálfpartinn í því.